Eiríkur Bergmann Einarsson næstur á mælendaskrá. Formaður, kæru félagar, ég nú ekki komin hingað upp til þess að vera langmál, heldur vegna þess að mér langar til þess að leggja áherslu á atriði sem að mér finnst vera mjög mikilvæg og kritísk á þeim tímapunkti sem við erum stödd á núna. Ég hef ekki farið leynt með þá skoðun mína hér undanfarna daga að mér þykir margar þær tillögur sem fram hafa komið breytingar á því fyrirkomulagi sem að BNefnd leggur til þess eðlis að kerfið sem að við höfum verið að vinna eftir gangi ekki lengur upp, gangi þessar breytingar eftir og í rauninni sé sú vinna þá ekki lengur boðlegur grundvöllur undir nýja stjórnskipun þar sem að gengið gegn grundvallar þáttum í þeirri tegund þingræðis sem að við höfum lagt fram. Og þessir þættir snerta þær tillögur sem hér eru á borðinu fyrir framan okkur núna og lúta að innkomu forseta inn á hið pólitíska svið og inn í þessa stjórnskipun sem að við höfum ekki gert ráð fyrir þeirri tilhögun og ég fyrir mitt leyti orðin mjög hugsi það hvort að þetta kerfi sé hugsanlega þá mun lakara heldur en það sem að við höfum nú þegar við núverandi stjórnarskrá. Það hefur líka orðið mér kannski svona ákveðin hugljómun eða veit ekki hvernig á að orða það að ég hef einhvern veginn á þessari viku orðið á gamalsaldri að feminista og eiginlega bara militant feminista því að mér finnst stundum og Þórhildur hefur svolítið hjálpað mér að setja þetta í samhengi og greina mínar hugsanir í þessu að það sé eins og það sé hér á ferðinni eftir það hrun sem hér hefur orðið einhvers konar ósk, einhver þrá eftir hinum forsjála föður, óskeikula föður og það sé með einhverjum hætti hægt að taka pólitíkina úr stjórnmálunum með því að færa málefni frá ráðherra og til forsetans og þar með verði þau einhvern veginn ekki lengur pólitísk og það sem að áður var ljótt og hluti af valdabrölti verði allt í einu fagurt og frítt og menn muni bara taka ákvarðanir út frá einhverjum allt öðrum forsendum heldur en gerist og gengur í stjórnmálunum. Og þannig finnst mér sumar þessara tillögur skipunarvald, að skipunarvald verði fært til forseta. Mér finnst að vera því marki brenndar og mér finnst það ekki ganga upp innan þess kerfis sem að við höfum hér lagt til sem að gengur út á að tvinna saman ábyrgð og vald í hvívetna, tryggja ábyrgðarkeðjuna í stjórnskipaninni til að mynda þeirri að það þjóðin sem að kýs samkvæmt þeim tillögum sem hér uppi 63 þingmenn sem að í fullu starfi við það að hafa eftirlit með framkvæmdarvaldinu. Segjum nú sem svo að innanríkisráðherra skipi dómara sem að miklar deilur standa hvort sem að það sé á grundvelli hæfnismats tiltekinna valnefndar sem að geta nú verið svona á hinsegin eða hann hafi farið fram hjá því. Hvað gerist þá? Ja, það ýmislegt sem hægt að gera til að draga þann innanríkisráðherra til ábyrgðar. Í fyrsta lagi getur forsætisráðherra vikið honum úr embætti sjálfur, einn og sér, bara á staðnum. Í öðru lagi þá getur meirihluti þings samþykkt vantraust tillögu á ríkisstjórnina og komið henni allri frá. Í fjórða lagi þá geta ýmis stjórnsýslu apparöt í landinu til að mynda jafnréttisráð og aðrar slíkar opinberar eftirlitsaðilar sem að hafa úrskurðarvald með höndum samþykkt
á hann úrskurðum hann hafi gengið gegn lögum, eins og til að mynda forsætisráðherra fékk á sig nú nýverið við ráðningu í forsætisráðuneytinu, og í 4. lagi þá hægt að draga viðkomandi ráðherra fyrir dómstóla og dæma hann fyrir óréttmæta ráðningu eins og Árni Mathiesen fékk að reyna nýverið. Og þetta daglegt brauð og gerist á hverjum degi. En hvað með forseta sem að skipar í embætti mann sem að einhverjir kynna að vera ósáttir við, burt séð frá öllum hæfnisnefndum sem að eiga það nú til að verða klíku myndandi? Hvar forsætisráðherrann sem getur sett forsetann af? Hvar þingið sem getur sett forsetann af? Á að draga forsetann fyrir dómstóla, á það að vera daglegt brauð að forseti sig hér fyrir dómstólum? Eða halda menn í alvörunni að við það að færa stjórnvaldsathafnir til forseta að þá gufi stjórnmálinn bara upp, pólitíkin bara sé fyrir bí? Ég hræddur að feðraveldið sem að hér einhvern veginn í endurfæðingu eftir hrun sé sú góðsögn sem að feministarnir hafa einmitt bent á. Þetta tálsýn. Þessi mynd mun hrynja til grunna. Og hvort sem að við þráum það að vera undir verndarvæng hins forsjála föður eða hugsanlega að verða hinn forsjáli faðir, þá þetta ekki sú stjórnskipan sem ég tel vera best fyrir Ísland og alls ekki til bóta frá því sem að nú Þá að þessum tillögum tveimur, og ég skal bara ljúka þessu örsnögt. Fyrst staðfesting laga á málskársréttin, að því gefnu að 10 eða 15% hlutfall kjósenda geti skotið málum í þjóðaratkvæðagreiðslu sem og þriðjungur þingmanna sem þarna að þá þetta algjör óþarfi að forseti hafi þennan rétt líka, og því myndi ég leggja til að valkostur 2 sé sá eini sem að raunhæfur. Í raun ekki hægt að hugsa sér að forseti myndi synja lögum staðfestingar sem að hvorki 15% þjóðarinnar né þriðjungur þingmanna hefðu farið fram á, og þá valkostur 1 ekkert annað en lepps orðalag sem sagt að forseti hafi einhver völd sem hann ekki hefur, og ég hélt að við höfum ætlað að taka slíkt út úr nýrri stjórnarskrá. Varðandi kafla næstu tillögu að skipa forstöðumenn sjálfstæðra stofnana, að þá við hér komin að kjarna þess sem að ég tel vera mögulegt innan þess kerfis sem að við höfum lagt upp með. Fyrir tillagan, ég held að Þórhildur hafi orðað það svo að það væri henni að andskotalausu, að þessi málskotaréttur forseti væri inni. Nú átti nú kannski ekki að hafa þetta eftir inni. Biðst afsökunar á því, og Þórhildur sérstaklega, og forsetan, og ykkur, og þjóðin. En þá það minna mál, þó að mér finnist það furðulegt. En seinni hlutin finnst mér bara alls ekki geta gengið upp innan þess kerfis sem við höfum hér lagt upp með. Það riðlar því algjörlega, og mér finnst slíkt kerfi lakara heldur en það sem við búum við í dag, og þá nú held ég ansi mikið sagt. Ég læt þetta duga í bili. Takk fyrir.